Þá höldum við bara áfram og þá það Skarphéðinn Guðmundur Þórisson á Náttúrustofu Austurlands og hann ætlar að segja okkur frá framtíð stöðvarkóngs, tegund eða viðendur. Gjör svo vel, Skarphéðinn. Takk. Sjáu þið nokkuð glærurnar? Já, það komið upp. Þið sjáu glærurnar? Já. Og á réttu formi? Þú ert eftir að setja þetta í presentation mode? Er það komið núna? Nei. Þarna kom það. Það kom, já. Já. Það komið sæl, Skarphéðinn Þórisson heiti ég og vinn hjá Náttúrustofu Austurlands. Ég ætla að segja ykkur frá kuðungnum stöðvarkóngi og undirtitlinni er vonarstjarna eða viðundur. Viðundur innan gæsalappa. Ég ekki alveg sáttur við það orð. Við fögnum öllum fjölbreytileika en þetta hefur verið notað af fyrirbærið. Forsagan er sú að Anton Helgason, lítill strákur á Stöðvarfirði, fann skrítinn kuðung í Landabót, stutt fyrir utan Stöðvarfjörð og síðan fann Petra eða henni tengt fólk, Petra Sveinsdóttir sem er með steinarsafni á Stöðvarfirði, fann fleiri kuðunga og þeir voru sendið til Ingimars Óskarssonar sem að sendi hann til G. Þórsson, kuðungasérfræðings í Kaupmannahöfn og Þórsson taldi þetta vera stökkbreytingu og lagði til að hann yrði skilgreindur sem undirtegund en eftir að Ingimar fékk lifandi kuðung og gat skoðað hann betur að þá dró hann það ályktun að þetta verið sértegund út frá fjölda hliðartanna á skráptungunni. En það síst máli, er þetta tegund eða er þetta stökkbreyting? Ég ætla nú ekki að þreyta ykkur með að lesa þetta, þið getið skoðað þetta, þarna er lýsingin á protótípinu sem Ingimar lýsir í náttúrufræðingnum. Það sem að vantar, við þurfum kannski ekki aðra svona lýsingu því að, kannski því að ég held að protótípa sé týnd, en við þurfum lifandi eintak og DNA-greiningu til samanburða við beitukóng. Og þið getið lesið nánar þennan kuðung. Hann er afskaplega undarlegur í útliti. Þetta er protótípan, 6 cm á stærð en þeir sem hafa fundist hafa flesti verið töluvert minni. En það er semst Ingimar Óskarsson sem lýsir honum og skrifaði grein náttúrufræðinginn og síðan náttúrulega skeldýrabókina. Síðan gerist það að í Austurglugganum 2006 skrifa ritstjórinn smá samantekt stöðvarkóng sem krakkar fundu á Hafnarnesi og menn eigandinn eða móðir krakkars vildi ekki senda hann afhendan því að hún taldi víst að hann myndi týnast á suðvesturhorninu. Síðan þegar leitaði til Náttúrufræðistofnunar þá kom fram að það væri til lýsing af stöðvarkóng sem fannst 1968 en þarna í grein Sigurðar þá segir að 10 stykki hafi verið send suður á Náttúrufræðistofnun. Og þetta er allt sem sagt Petra Sveinsdóttir sem sendir þetta. Í dag er eina eintakið á Náttúrufræðistofnun kuðungur sem Íris Birgisdóttir fann daginn við Berufjörð. Þarna er fríknafni sem ég kannski að vísa til að þegar maður skoða hvað hefur verið skrifað þessa tegund að þá er það bara Ingimar en plús þessir herramenn. Mér tókst ekki að ná í þessar greinar þannig ef þið hafið eigið þessar greinar eða getið nálgast þær þá myndi ég þykja eintak. En þeir spurja sem sagt frík or fakt. Þetta held ég bara skeldýrasafnarar, ég held að það hefur verið frá Ísrael annar og þeir náttúrulega bara benda á það að það þurfa að skoða þetta betur. Þetta er kuðungur sem fann 2006, krakkarnir fundan á Hafnarnesi. Hann er, 2 cm kannski á hæð, nokkuð heillegur og er í vörslu Sigrúnar Björgvinsdóttur á Seyðisfirði. Hér er kuðungur sem Íris Birgisdóttir fann daginn við Framnes í Berufirði
og þetta þá eini kuðungurinn sem stöðvarkóngurinn sem við erum á Náttúrufræðistofnun. Hvar hefur hann fundist? Þarna eru fundarstaðir sýndir. Ef við byrjum neðst þá hann Framnes. Síðan það aðalstaður í Landabót. Lengi vel var það bara Landabótin hérna utan við Stöðvarfjörð. þar sem að Petra og Anton fundu kuðungana, en síðan hafa dauðir kuðunga eða tómi kuðunga fundist á Gvendarnesi og Hafnarnesi. Þannig að þekkt útbreiðsla í dag þá frá Framnesi að Hafnarnesi. Mér finnst ólíklegt að dauðir kuðunga frá Landabót hafi rekið hérna þurrettir eða norðurettir. En þetta hefur ekkert verið skoðað. Þarna eru staðirnir, hér er Landabótin, Stöðvarfjörður hér inn, Gvendarnes og Hafnarnes og síðan í Berufirði Framnes. Og það er spurning hvað þarf að gera. Það er alveg klárt að það þarf að reyna að safna eintökum til þess að komast að því hvort að þetta er tegund eða ekki, og síðan náttúrulega taka ákvörðun eða leggja það eitthvað til í framhaldi af því. Það er kannski þarf ekki að friðanlega hvaða hættur myndu steðja að henni. Það eru kannski helst safnarar sem að væri aðalhættan. En það þarf að kanna útbreiðsluna, það þarf að fara að veiða, tiltölulega einfalt að veiða allavega beitukóng og eflaust stöðvarkóng líka og skera úr það hvort þetta er deilitegund eða sértegund, og með þá mjög takmarkaða útbreiðslu og myndi hvergi finnast í heiminum nema á þessu takmarkaða svæði. Og síðan þarf náttúrulega að tryggja tilveru þessara tegundar ef þetta er tegund, og ég sé fyrir mér að kynning á því væri í steinasafni Petru. Þau kemur sér upp sædýrabúri fulla stöðvarkóngum, kannski nokkrum beitukóngum og með upplýsingar þessa merkilegu tegund. Og já, þannig að það liggur bara stendur til að ganga fjörur og reyna að finna fleiri eintök og síðan að náttúrulega veiða lifandi tegundir. Takk fyrir.